og, og ég alveg viss það að það verður mjög gott að hafa þennan útsýnistað fyrir ofan Vaðaldurverið, að það verður mikill áhuga á þessum framkvæmdum þegar þeir komast á fullt með það sem í gangi núna þegar fyrsta vindorkuverið á Íslandi. Við héldum síðan hérna fyrir sumarleyfi fund og góðan fund með honum Páli Marvin í Ölfus Klaustur, varðandi þróun iðngara í Þorlákshöfn og hvernig þeir eru að leysa málið þar. Og tilgangur þessi funda var nú að reyna að máta þeirra vinnu við græna iðngara á Strönd og þeirra áskoranir sem þar eru og þurfum að glíma við. Því að það er svo sem alveg ljóst að það verður tölver áskorun hvernig við vinnum úr því og svona langhlaup. Síðan síðan skrapp ég upp á Ásmundarstaði þegar Reykjagarður var að taka í notkun nýtt eldishús og ég var nú eiginlega að hrósa Reykjagarði og Holtagjúlingum fyrir hvernig þeir standa sinni starfsemi og það verður mjög gaman að sjá hvort að við náum ekki að vinna með þeim að stækka Reykjagarðs hérna á Hellu. Þannig að þeir geti aukið starfsemina hér og hérna ég var nú bara bjartsýnn að það gangi eftir. Ég var síðan á fjarfundi með almannavörnum á Veðurstofunni, þar sem hann farið var yfir áhættumat vegna eldgoss í Bárðarbungu og flóðar líkur samfara því. Og ef að þessi atburði gerast sem getur gerst og verið svona misstóri, þá er ljóst að það hefur áhrif hérna niður alla sveitir, bæði niður Rangá og niður Þykkabæ. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða með okkar almannavarnarnefndum og ég veit að það er fundur niður í Þykkabæ, reyndar út af þá Mýrdalsjökulsgosi líka eða hlaupi, þannig að við þurfum að vera á tánum varðandi svona undirbúning ef eitthvað gerist. Síðan sátum við fund við oddviti með honum Finnbogi Stjörnublik sem keypti Samverk á dögunum og fórum yfir áform hans og það er ánægjulegt að þetta sé allt saman farið á stað og ég fór og þetta Ösp markars og ferðamálafötum fór líka, við fórum í fund eða fyttum Eirík á mánudaginn og hann var að sína okkur verksmiðjuna, þannig að þetta er mjög ánægjulegt að þessi starfsemi sem öll farin á stað og ekki skemmi fyrir að gamla vörumerkið er búið að lifna við. Nú varðandi fyrir virkjanir þá áttu við fund hérna með fulltrúum sveitarfélagsins út af aðilum sem vilja virkja Keldnalækinn sem þetta kallast á Tungnavirkjun, reyndar ekki stórvirkjun ef það verður, en það er svona áhugi greinlega að beisla orkuna og vatnið og þetta er svona sem lítið verkefni sem þarf þá svo sem margt að ganga upp til að verða veruleika en þessi virði að skoða það vel og vandlega. Nú svo satt ég aðalfund Eignarfélags Suðurlands sem haldið var á Selfossi. Það er svo sem mörguleiti áhugavert stuðningsnet sem Byggðastofnun og sveitarfélögin á Suðurlandi hafa búið til og þetta er svona það sem tók við Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands á sínum tíma. En það er svo sem ljóst að það þarf að taka ákvarðanir í þessu félagi hvað verður með framhaldið varðandi þá hlutverk þess og fjármögnun. Nú síðan vorum við að setjast á fyrsta fund varðandi þá með nágrönnum okkur í Eystra, hvernig við stöndum að rótúarhreinsun og þegar samningar renna út núna áramótin og það er ljóst að það er áhugi á því að reyna að vinna betur í okkar nærumhverfi gagnvart lausnum og við sjáum alls hvernig það gengur. Nú síðan svona þessi haustverkefni að það er náttúrulega ekki bara sveitarstjórn sem fer á sögumannlífi, heldur það skólarnir og krakkarnir líka. Þannig að ég fór upp á Laugaland og kíkti þar á skólana, leikskólinn var byrjaður og hitti á skólastjóran líka í grunnskólanum og þakkaði líka Sigrúnu fráfarandi leikskólastjóra fyrir góð störf í þá sveitarfélagana sem að láta störfum en skilur nú þannig við að hún að setja nýja leikskólastjóra inn í starfið enn og aftur, þannig að þetta er allt saman eins og það að vera og mér líst bara vel á hvernig skólanum koma undan sumri og maður hlakkar bara til vetursins í því starfi. Alltaf líf og fjör þegar skólanir byrja í okkar samfélagi. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jón. Þá höldum við bara dagskrán áfram og þá er það liður 2 sem er kosning í byggðaráð. Og ég ætla ekki að orðið laust ef að áður en ég ber tillöguna upp, ef það er einhverju sem vilja. Það er ekki sem við taka til máls, þannig að það er tillaga að byggðaráð verði óbreytt skipað út kjörtímabilið. Þessi getur samþykkt það, við gefa merki. Það er samþykkt.
Ánliður 3 sem málstefna Rangárþings ytra og Ásahrepps þar sem að liggja fyrir drög að sameiginlegri málstefnu sveitarfélagana og það á það sama við 3. og 4. lið. Þetta eru ákvæði í sveitarstjórnarlögum sem að kalla á þetta sé til staðar og við þurfum að taka 2 umræður þetta. Þannig að ég gef nú orði lust ef það er einhverju sem þá ætlum ég bara að leggja til að við vísum þessari málstefnu Rangárþings ytra og Ásahrepps áfram til síðari umræðu sem geta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá er liður 4 sem þjónustustefna Rangárþings ytra og það sama við hana og málstefnuna. Það er það er ekkert mælst til þess, það er bara gert ráð fyrir því að þetta svona þjónustustefna sé til staðar og hún sé klár fyrir gerð fjárhagsáætlunar. Þannig að að þetta er allt samkvæmt bókinni. Það er ekki sem við taka til máls, þannig að ég ætla að leggja til að við vísum henni áfram til síðar umræðu sem geta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá erum komin lið 5 sem Hvammsvirkjun. Þar sem að liggur fyrir umsókn Landsvirkjunar framkvæmdaleyfi vegna undirbúningsframkvæmda vegna Hvammsvirkjunar. Það er dagsett 11. ágúst 2025 og þetta er ósk framkvæmdaleyfi sem barst sveitarfélaginu sama dag og fyrir lá að það var búið að gefa út bráðabirgða virkjanaleyfi. Nú framkvæmdaleyfis umsóknin tekur einungis til undirbúningsframkvæmda sem þegar eru hafnar og hafi ekki áhrif á vatnshlot. Undirbúningsframkvæmdirnar felast í gerð aðkomuvegar og annarri vegagerð innan framkvæmdasvæðisins og efnisvinnslu fyrir vegagerð. Þar með talið efnisvinnslu fyrir Búðafossveg, auk raf-, fjár- og hitavatnsveitu, vinnubúða og framkvæmdasvæðis. Efnisvinnsla felur í sér sprengingar og forskurð á bergi í efsta hluta fyrirhugaðs frárennsli skurðar. Umsóknin tekur ekki til framkvæmda sem eru í eða við vatnsfarvegin og munu framkvæmdirnar því hvorki hafa bein eða óbein áhrif á vatnshlot, ástand vatnshlota eða umhverfismarkmið þeirra. Framkvæmdum er nánar lýst í greinargerð Landsvirkjunar og öðrum fylgigögnum umsóknar. Ég ætla nú ekki að fara að þylja upp öll þessi fylgigögn sem fylgja með umsókninni. Ég held að sé nú allir fulltrúar þokkarlega vel inn í þessu máli og ég ætla að gefa orði laust ef ykkur vilja taka til máls. En þar sem að við erum ekki komin með öll gögn sem þarf til þess að geta klára þessa umsókn eða tekið hana til formlegrar afgreiðslu að þá ætla ég að leggja til að við frestum afgreiðslu málsins. Það þurfa að liggja fyrir ákveðin gögn til þess að sé að þetta taka formlega afstöðu. Það eru sem sagt greinargerð sem þarf að liggja fyrir og það er umsögn umhverfisnefndarinnar okkar og það er umsögn Náttúruverndarstofu og ég vona því að þau gögn verði tilbúin fljótlega. En þau liggja ekki klár fyrir þennan fund. Þannig að ég ætla óska eftir því við fundin að við frestum afgreiðslu málsins. Þessi geta samþykkt það er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 6 sem er kannski aðeins tengt þessu máli að ég ætla að það er lagt til að næsti fundur sveitarstjórnar verði auka fundur þann 15. ágúst næstkomandi klukkan 17 eða 18, það er ekki kannski alveg komið á hreint, allavega föstudagi 15. Vegna beiðni Landsvirkjunar framkvæmdaleyfi vegna undirbúningsframkvæmda vegna Hvammsvirkjunar. Þar sem aukafundir að ræða verður ekki beint streymi frá fundurum. Og ástæðan fyrir því að við erum óska eftir því að halda þennan aukafund er einfallega það sem ég kom aðeins inn á áðan
að við vonumst til þess að þau gögn sem þurfa að liggja fyrir verði klár fyrir þann fund, þannig að það sé hægt að afgreiða þetta mál. Þessi geta samþykkt að halda hennan aukafund vissulega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við lið 7 sem er beiðni bifreið Íþróttaklúbbs Reykjavíkur varðandi akstursíþróttakeppni. Akstursíþróttakeppni sem að Rally Reykjavík 2025 sem framfer 15. til 17. ágúst sem er næsta helgi. Og hérna ég ætla nú bara að gefa orði laust ári, ég kannski lesu upp tillögu að afgreiðslu ef það er ykkur sem vilja. En ég sé að það er enginn sem vil taka sérstaklega til máls, þannig að ég ætla þá að leggja þessa tillögu fram og ætla að lesa hann upp. Það er sem sagt að lagt til að heimila fyrir okkar leita keppni fari fram á vegum sem tilgreindir eru í umsókn innan sveitarfélagsins þann 17. ágúst 2025. Vakin er athygli á því að leita þar umsagnar fleiri aðila þar sem ekki allir vegir tilheyra sveitarfélaginu Rangárþingi ytra. Sveitarfélagið setur eftirfarandi skilyrði. Forsvarsmenn keppnina gæti þess að fylgt verði merktum leiðum og ekki sé ekið utan vega. Keppnishaldari upplýsi þá aðila sem hafa með skipulagða ferðir á svæðinu að gera vegna keppninar sem og aðra ferðarþjónustu aðila á svæðinu. Mönnuð vöktun verði á öllum lokunarpóstum. Þessi gætti að allur frágangur verði til fyrirmyndar. Þeir vegir sem farið verði heflaðar á kostnað keppnishaldara strax að keppni lokinni. Allar merkingar og allt rusl verði fjarlægt að hálfu keppnishaldara og keppnishaldari tryggja að almenningur á svæðinu verði ekki fyrir óþarfa óþægindum eða á meðan kynningarakstur fer fram fyrir keppni. Þetta er þess til að afgreiðslu þessa erindis. Þessi geta samþykkt það vinslega gefa merki. Það er samþykkt. Þá er það liður 8 sem er fyrirspurni fulltrúa D-lista, upplýsingar laun kjörinna fulltrúa. Viljið þið fylgja þessu eitthvað eftir eða? Það liggja hérna fyrir upplýsingar kjörina eða þóknun kjörinna fulltrúa frá upphafi kjörtímabils þar til júní 25 og það er bara upplýsandi að fá þetta inn og þetta fylgir bara fundagerðinni á eftir. Það verður bara og þetta eru greiðslur sem að er í takt við reglur sem að voru samþykktar í upphafi kjörtímabils sem ég ætla ekki að fara eitthvað nánar út í hér. Og þetta er lagt fram til kynningar. Þá er það liður 9, Rangárbakki, Árhús, það er beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis með veitingaleyfi. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Hauks Óskarssonar fyrir hönd Árhús EHF, kennitala 450224 1380 rekstrarleyfi með veitingaleyfi í flokki 3, veitingaleyfi tegund A á lóðinni Rangárbakki 6 á Hellu. Umsókn barst 10. júlí 2024 og það er lagt til að sé ekki gerðar athugasemdir við beiðnina. Þessi geta samþykkt það. Það er samþykkt. Og þá er það Uxahryggur lóð 1, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis. Þessi sýslumaður óskar eftir umsögn vegna beiðni Oddsteins Almars Magnússonar fyrir hönd Uxahryggs EHF rekstrarleyfi fyrir gistingu á lóðinni Uxahryggur lóð 1, Rangárþingi ytra. Og það er ekki lagt til að þessu gerðar athugasemdir við beiðnina. Þessi geta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá erum við með lið 11 og 12. Við getum tekið það bara saman. Það eru sem sagt fundagerðir byggðaráðs
á meðan á sumarleyfi sveitarstjórnar stóð og það er sem sagt byggðarráð hafði fullnaðar afgreiðslu heimild í sumarleyfi sveitarstjórnar þannig að en auðvitað eru öll mál í fundagerðunum til umræðu ef að einhverjir vilja taka til máls undir einhverju sérstöku lið en þau eru ekki til sérstakrar afgreiðslu hér. Þurfum við að staðfesta þessa fundagerðir? Ja, við gerum það, við höfum gert það. Kannski þurfum við þess ekki en við gerum það nú bara samt. Þá legg ég til að fundagerð númer 39, byggðarráðsfundagerð, hún liggur hér frammi og þessi geta staðfest hana vissilega merki. Það er staðfest og sama varðandi fundagerð númer 40, þessi geta staðfest hana vissilega merki, hún er staðfest. Þá erum við komin í lið 13 sem er markaðsmenningar og jafnréttismálanefnd. Þar höfum við sama háttin á, byrjum á að taka þau mál sem að þarf að taka út úr fundagerðinni til sérstakrar afgreiðslu og hér er fúsaróló, hugmynda nýtingu og nefndin er hérna með ákveðna tillögu og ég ætla ekki að gefa orðið laust, gera súlingar. Já, oddviti, bara mjög áhugaverð hugmynd og held að það geti alveg gert ýmislegt fyrir þorpið að fá svona listigarð. Mér finnst kannski vanta að umhverfisnefndin fái að fjalla þetta líka því að þetta er náttúrulega einhverju leyti umhverfismál og ég held að það væri alveg ástæða því að vera að tala að setja upp lífsvið og annað að þetta verði á síðari stigum ef að þessu verður grandakynnt þannig að íbúarnir hann alveg í kring að þetta er nú alveg inn í nánast görðum hjá fólki að það menn séu allir upplýstir og til þess að hafa sátt þetta en mér finnst þetta áhugaverð hugmynd. Takk fyrir Ingvar. Það kemur nú fram hérna í tillögunni frá þeim að já, ég ætla nú bara að lesa tillöguna eins og hún kemur frá nefndinni. Þar sem nefndin leggur fram tillögu að breyta róluvellunum á milli Þrúðvangs og Hólavangs í listigarð fyrir íbúa. Grunnhugmyndin er að bæta aðgengi, gróðursetja og gera stíga og skoða möguleikana á að setja upp aðstöðu fyrir markaðsbása og lítið svið fyrir minni uppákomur. Og nefndin sem sagt felur markaðs- og kynningarfulltrúa og fullvinna tillögun og vísa henni til skipulags- og umferðarnefndar til umsagnar. Og það sem þú varst að ræða, hérna minnast á Ingvar. Já, kostin og skipulagsnefndina líka væntanlega varst að vísa í að þyrfti að gera grenndarkynningu þarna er það ekki og þá er þetta bara að tekur skipulagsnefndin ákvörðun um það en ég tek undir það að til að mætti líka fara til umhverfisnefndar. Mér finnst þetta góð tillaga, ég er svona kannski aðeins spurningamarki hvort þetta er nógu stórt svæði en gott allavega þess virði að skoða. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla ég að leggja til að við samþykjum þessa tillögu nefndarinnar og bætum við því sem kom hérna fram í máli Ingvars að umhverfisnefndin veiti umsögnum tillöguna. Kannski ætti hún að gera það á seinni stigum, ég veit það ekki, en bókum það. Gott. Þá ætla ég að bera upp sem sagt fundagerðina öðru leyti en þessum lið sem geta samþykkt hana við sem gefa merki. Samþykkt. Þá förum við í skipulags- og umferðarnefnd. Það er liður 14 og það er hér fyrst Stokkalækur, landskipti Stokkalækur 1D, þar sem nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinu fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Geta samþykkt það. Það er samþykkt. Það var að Hnakkholt, það er stækkun lóðar, það er landskipti.
sem nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það Hægi, Kiðholt, sameining lóða. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguð heiti og sameinaðri lóð og leggur til að sameining lóðana verði samþykkt. Það er samþykkt. Það er Giljatunga, það er landskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguð heiti og sameinaðri lóð og leggur til að sameining lóðana verði samþykkt. Skita samþykkt það. Það er samþykkt. Þá er það Hvammur 1, Hvammur 3, Hvammur 3, lóð 190286, Hvammur 3 brekka, landskipti og afmarkanir. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það staðfest það. Það er samþykkt. Þá er það Hóll vestan við Strakta, hjólaleiðir, þar sem nefndin þakkar fyrir erindið en tekur ekki afstöðu til þess að sinni. Nefndin leggur til að hafin verði vinna við að skilgreina göngu, reið og hjólaleiðir og hellu og á nærliggjandi svæðum með það að markmiði að koma þeim inn á deiliskipulag og skapa þannig sameiginlega framtíðarsýn framkvæmd þeirra. Sérstök áhersla er lögð á að tengja saman helstu útivistarsvæði, sérstaklega aldamótaskó og melaskó og stuðla að auknu aðgengi og öryggi. Í þeirri vinnu er mikilvægt að hafa samráð við hagaðila. Nefndin leggur til að mál þessa efnis verði tekið fyrir á næsta reglulega fundi nefndarinnar. Ég held að þetta sé gott mál, en mig langar að leggja til að, hérna er skipulagsnefndin að leggja sérstaklega áherslu á að tengja saman helstu útivistarsvæði, sérstaklega aldamótaskó og melaskó og stuðla að auknu aðgengi og öryggi og í þeirri vinnu er mikilvægt að hafa samráð við hagaðila. Ég held að við ættum að skipa einhvern vinnuhóp til þess að fylgjast eftir. Ég held að gerist ekkert neitt í þessu öðru sí. Í þessari vinnu. Kemur kannski flatt upp og mér bara detta þetta í hug núna, sko. Og þá hérna er spurning hvort við ættum bara á þess að vera að skipa í vinnuhópin núna á þessum fundi, hvort við ættum að vísa því til byggðarráðs að skipa hópin. En Ingvar Geirsvöll. Já, oddviti, ég held að sé bara hið besta mál að huga að þessum málum almennt betur og mér líst ekki illa á þessa hugmynd nefndarinnar að tengja þessi útvistarsvæði. Þetta tiltekna svæði líst mér hins vegar ekki á, ég held að það sé kannski ekki heppilegu staður. Ég velti fyrir mér með einhverja nefnd, hvort að eign- og framkvæmdanefnd geti mögulega tekið þetta hlutverk að sér að skoða þetta aðeins, en auðvitað hlýtur skipulagsnefndin að þurfa að hafa á því skoðanir hvernig skipulagið eigi að vera. Jú, það er auðvitað brágætt ef að skipulagsnefndin getur bara klárað sig á þessu. Það er bara, ég held bara að væri betra að það væri eitthvað sem held utan vinnuna, sko. Einhvers konar vinnuhópur. En ok, ekkert mál. Þetta er ekkert stórmál. En eigum við að grípa það sem Ingvar kom inn á að gera svo vera þörstur? Oddviti ágætu fundarmenn, ég ætlaði bara aðeins að rifja upp, sko, það er reiðvegir, hjólaleiðir, það var vinnuhópur í gangi, skógræktin, hestamenn, fleiri. Ég held að sé bara ótt að dusta að það er vinna í gangi, svipuð og þetta er ábyggilega eitthvað sem maður fellur undir það. Og byggingafulltrúi var inn í þessu og skipulagsyfirvöldin.
Þannig að í tengslu við skipulagsnefndina þá væntanlega fer þetta sín farvegs, reikna ég með, sko. Takk fyrir þetta Þröstur, Jón, gjörðu svo vel. Ég er svona til upplýsingar og kannski til að botna það sem að Þröstur var að segja að þá hefur við verið að vinna deiliskipulagstillögu fyrir Aldamótaskóg og Melaskóg og þau svæði og það er alveg rétt að það hefur verið svona óformlegir að það hefur verið að boða hagaðarlega með þetta á fund svona óformlegs hóps sem hefur aðeins að fjalla þá tillögur og svo vinnur í gangi og það er svona komið svona fyrstu drög, eftir að vinna fyrstu drög að svona deiliskipulagstillögu sem ætti þá vonandi að vera að vinna betur en inn í haustið. En það má segja kannski að sú vinna sér hluti eða kannski svona starra mengi sko og er þá bara innlegg inn í þetta alveg klálega og hvort þetta verður vunnið í litlu bitum og svo tengt í einhver starra samhengi þá kannski þetta komið ljós. En ég held að svona mál sé nú kannski eitthvað sem er líka verið að þess að vinna og þróast líka svona hvernig þetta fer að stað. Það er svo sem hægt að taka máls konar snúninga á því hvernig við vinnum þetta inn í skipulags- og umferðarnefnd og eign- og framkvæmdanefnd, það er alveg hárrétt. Hún þarf auðvitað að koma að þessu líka og kannski fleiri. Þannig að þetta er bara skemmtilegt og áhugavert að reyna að púsla þessu öllu saman. Takk fyrir það. Ég heyri það að mín tillaga skotið niður bara hér alveg aftur og bak og áfram en það bara er þannig. En hérna, ok, en eigum við þá ekki að bæta því við að eign- og framkvæmdanefnd hérna fjalli máli líka og hafi skoðun á því? Það er þá hægt að dusta ríkið af þessum hóp sem Þröstur var að minnast á og vinna þetta. Það er bara það sem ég kannski vaki fyrir mér með þessar umræðu er það að það gerist eitthvað í þessu. Og kannski fyrst og síðast það. En, gott. Þessi geta samþykkt þessa afgreiðslu skipulagsnefndar samþykkt. Þá er það næst vaðelduver samþykki forsætisráðuneytisins vegna framkvæmda. Já, þetta er bara lagt fram hér til kynningar. Það er Vonarskarð, stjórnunar- og verndaráætlun. Skipulags- og umferðarnefnd ítrekar fyrri umsögn sína þar sem hún telur rétt að heimilu verði stýrð umferð vélrænna ökutækja. Já, þessi geta sagði það vinsælgemerki. Það er samþykkt. Það er Lækjagata C, flugskýli, litur og útveggjum. Ýmislegt sem kemur á borð skipulagsnefndar. Í aðdraganda fundarins báru svör frá eiganda og seljanda þar sem kom fram að með ranga afgreiðslu á einingum útveggja var að ræða og því verði útveggi málaður í gráum lit í samræmi við skilmála skipulagsins og byggingarleyfisins. Ekki er því lengur óskað eftir aðkomu nefndarinnar. Já, þetta er lagt fram til kynningar. Þannig að þetta er nú bara svona. Það er umferðarmál, staðamála. Það er einnig lagt fram til kynningar. Og þá er það hraðahindrun í Þykkvabæ að sem skipulagsnefndin tekur undir áhyggjur íbúa og telur að endurskoða þurfi núverandi staðsetningar á hraðahindrunum og hraðamerkingum auk þess að þörf á að meta tegundir hindrana gagnvart umhverfi sínu. Skita sagði það er samþykkt. Þá er það Hvammsvirkjun, framkvæmdarleyfi byggt á virkjanaleyfi. Þetta var lagt fram til hér til kynningar og búið að ræða þetta aðeins náðan. Gunnarsholt, það er umsóknum byggingarheimild eða leyfi, byggingarleyfi. Skipulags- og umferðarnefnd telur réttast í þeirri stöðu sem komin er upp að áform barna- og fjölskyldustofu að breyta núverandi notkun skrifstofuhúsnæðis í meðferðarheimili fyrir ungmenni verði grenndarkynnt samkvæmt 1. málsgrein 44. grein skipulagslaga. Nefndin telur umrædd áform í fullu samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi utan þéttbýlis. Nefndin telur að kynning skuli send íbúum við skilgreinda íbúagötu í Gunnarsholti ásamt land og skóg. Sem sagt að þessi áform skipulagsnefndin er hér að taka ákvörðun það að grendarkynna þá starfsemi sem að stendur til að fara í Gunnarsholti. Skita sagði þetta. Það er samþykkt. Þá
Þá er það Heysholt og Landborgir, það er breyting á deiliskipulagi. Skipulags- og umferðarnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmir stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlaga tillögu breytingu á gildandi deiliskipulagi og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Skipta samþykkt það er samþykkt. Það var að Lautir, Álfaborgir 5 deiliskipulag. Nefndin leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin leggur til að lýsingin skuli kynnt samkvæmt 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga og verði kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt í skipulagsgátt undir sínu máli. Geta samþykkt það. Það var að Leynir 2, það er deiliskipulag. Þar sem nefndin leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin leggur til að lýsingin skuli kynnt samkvæmt 3. málsgrein og verði kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt í skipulagsgátt undir sínu máli. Og nefndin leggur sérstaklega áherslu á það að eldra skipulag fellur úr gildi við gildistöku þess nýja. Sem geta samþykkt það er samþykkt. Þá er það Hofshjáleiga 1, 2 og 3, það er deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Nefndin vísar jafnframt til fyrri bókana vegna sama máls og vill árétta eða ef uppi er ágreiningur eignarétt að viðkomandi lóðum þá þurfa aðilar að leysa hann sín í milli. Sveitarfélagi getur ekki verið úrskurðaraðili í þeim ágreiningi. Skita samþykkt það vissulega merki. Það er samþykkt. Þá eru liður 14:18, ég ætla að vikja fundi meðan og Margrét klárar það. Já, 14:18 Lyngásbreyting á deiliskipulagi og það er niðurstaða nefndarinnar. Skipulags- og umferðarnefnd samþykkir framlagða tillögu og leggur til að hún verði endur auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Og það er lagt til að niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar verði samþykkt. Þau sem geta samþykkt það gefur merki. Takk fyrir það. Búið ekkert aftur inn á fund. Takk fyrir það, Margrét. Þá erum við með Bjálmholt, það er deiliskipulag verslunar og þjónustuhús. Það sem nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu aðalskipulags. Nefndin samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar. Þessi geta sagði þetta, það er samþykkt. Þá er það Svínhagi, leiðrétting á skipulagsmörkum. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin er einungis gerð til að samræmast áður samþykktum lóðamörkum. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og telur ekki ástæðu til grenndarkynningar. Það er samþykkt. Rangárflatir 2-6, breyting á skipulagsmörkum að Suðurlandsvegi. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu leyti frá notkun, nýtingar hlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verður málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og falli verður frá grenndarkynningu þar sem tillagan hefur engin áhrif á aðra en sveitarfélagið sjálft. Það er samþykkt. Það er að Gaddstaðir, það er íbúasvæði, breyting á skipulagsmörkum við Suðurlandsveg. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfall og útliti og formi viðkomandi svæðis.
Nefndin leggur því til að farið verður málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og fallið verður frá grenndarkynningu þar sem tillagan hefur engin áhrif á aðra en sveitarfélagið sjálft. Það er samþykkt. Það var að Suðurlandsvegur gegnum Hellu, deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir og nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkominnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu. Nefndin leggur til að tillagan verði auglýst að nýju þar sem of langur tími hefur liðið frá síðustu auglýsingu. Tillagan skuli því endur auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Áður en af auglýsingu verður þar að samræma mörk í deiliskipulagi Rangárflata og fyrir gaddstaði íbúasvæði. Það er samþykkt. Það er Giljanes deiliskipulag. Dregist hefur að afgreiða tillöguna þar sem ekki náður samkomulag tengingar inn á spilduna frá Hagabraut. Með samþykkt vegagerðarinnar er litið svo á að samkomulag liggi fyrir. Skipulagsnefnd hefur farið yfir framkomnar umsagnir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Skilta svo þetta. Það er samþykkt. Það var að Hallstún, Spilda, deiliskipulag. Dregist hefur að afgreiða tillöguna þar sem ekki náði samkomulag tengingar inn á spilduna frá Hagabraut. Með samþykkt vegagerðarinnar er litið svo á að samkomulag liggi fyrir. Nefndin hefur farið við framkomnar umsagnir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Það er samþykkt. Norður-Nýjibær, fyrirspurn, breyting á aðalskipulagi og deiliskipulag. Nefndin gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Það er samþykkt. Það er Hægi við Selfjall, breyting á landnotkun í landbúnað. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar umsagnir við kynningu á lýsingu skipulagsáforma vegna breytinga á landnotkun og fór yfir viðbrögð við þeim. Nefndin gerir engar athugasemdir við að lögð verði fram tillaga breytingum á landnotkun í aðalskipulagi, auk þess að tillaga deiliskipulagi verði lögð fram og auglýst samhliða. Það er samþykkt. Rafstrengur við Laufafell, tilkynningu matsskyldu. Þar sem nefndin hefur farið yfir tilkynningu matsaðila. Niðurstaða nefndarinnar er að endurnýjun á rafstreng við Laufafell sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfis áhrif, samanber viðmið í öðrum viðauka laga, númer 106, frá árinu 2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati og umhverfis áhrifum. Nefndin vill ítreka að nýlega rafstrengsins skuli færðin á deiliskipulag þegar rétt lega hans liggur fyrir. Það er samþykkt. Nú þá er þetta nú bara svona styttast í annan endan hjá okkur og við erum hérna með í lokin nokkra fundagerðir til kynningar. Það er hérna afgreiðslufundir byggingafulltrúa, 2 fundir. Það er fjölmenningaráð, það er stjórn Suðurlandsvegar, Sorpstöð Rangárvallasýslu, stjórnarfundir Lundar, fundagerðir samtök sveitarfélaga á köldum svæðum. Það er hér svar við fyrirspurn sem að sveitarstjórnarnir í Rangárvallasýslu sendu vegna rafmagnsbilunar sem var hérna fyrir sumar og setti ýmislegt úr jafnvægi hér. Það er framkvæmdaleyfi vegna Hvammsvirkjunar, aðalfundur eignarhaldsfélagsins og dansleikur og töðugjöldum. Þetta er auðvitað allt opið til umræðu, allar þessar fundagerðir. Það er kannski svona aðeins minnist að það undir fundagerð stjórnar Suðurlandsvegar að stjórn
stjórn kom saman þarna daginn vegna áhuga sem barst á kaupum á húsinu Suðurlandsvegi 1-3 og það var sem sagt ákveðið á þeim fundi að í framhaldi af svona óformlegu tilboði sem barst í húsið að láta vinna verðmat á húsinu sem var gert og það styttur því að segja að í framhaldi af því verðmati að þá sigldu allar samningaviðræður í blindgötu sem að ég sé ekki að verði neitt framhald á. Þannig að bara það sé upplýst. Er eitthvað fleira sem að þið viljið ræða eða undir þessu fundagerð? Ef svo er ekki að þá þakka ég ykkur bara fyrir góðan fund og segi þessu fundi slítið.